Jæja, Natasja, til hamingju með þetta. Hvenær byrjaði þessi hugmynd? Herðu, það var Rappi sem hafði alveg samband við mig og var að segja okkur. Hann var bara ótrúlega bara spenntur ef það gæti verið eitthvað. Og við það, ég held það var flest sem vissi samling mín með Val var að renna út. Og já, það fór bara á flug eftir það bara. Hann heyriði mér, ég og maður minn Rúnar kom í fund hérna og við heitum Gylfi og samt stjórnumenn. Og þetta var bara, eins og ég sagði, bara það tók eitthvað smá tíma en samt það fór fljóta stað líka. Já, en þetta er mjög stórt. Þú ert búin að vera að spila hérna á Íslandi, þú hefur orðið Íslandsmeistari, landsliðið, þú ert í sumar á EM, kemur núna til nýliða. Þetta er huge, eða ekki? Já, ég var reyndar bikarmeistari en samt eins og ég sagði, það er huge og ég hef alltaf verið með áhuga til að efla fótbolta hérna í Suðurnes. Ég spilaði mjög lengi með Keflavík og var með þeim hvernig það voru í efstu deild og bara líka með þeim í lengu deildin. Svo þetta er eitthvað svona sem mér finnst bara mjög gaman og er með mikið passion fyrir er að efla fótbolta hérna. Ég á lítið stelpa sem er líka að spila fyrir Keflavík, svo það er bara partur á þessu líka. Ákvörðin er bara að efla fótbolta bara á völlin næsta ári og að gera mjög vel en samt að efla og búi til eitthvað svona styrk í kringum bara fótbolta hérna í Suðurnes. Það er bara huge eigið lið í efstu deild kvenna. Já, og náttúrulega Njarðvík og auðvitað saman lið með Grindavík. Njarðvík hefur aldrei verið í efstu deild. Akkurat. Hvernig er tilfinningin að vera að fara að spila með bara 9 liði? Þetta er tiltölulega nýtt lið. Já, það er svolítið nýtt lið en í samskapi ég bara kannski sambæra það með að fara upp með Keflavík, skilur. Það er lið sem hef aldrei, eins og ég sagði, aldrei spilað í efstu deild en það er margar stelpur frá Grindavík sem er búin að vera mjög lengi í meistaraflokksbolta í Grindavík en Grindavík er lið sem hef spilað í efstu deild. Svo ég held að það er svolítið blandað en samt, eins og þú segir, nýr fyrir Njarðvík en ekki það nýr fyrir Grindavík. Og hvaða svona væntingar gerir þú fyrir liðið fyrir næsta tímabil? Já, og við það, ég held við að reyna að búa til hörkulið og lið sem mun keppast með þeim besta en ég held bara eftir að hugsa bara svona strax fyrst og fremst er bara og við það að halda okkur í efstu deildin en ég er ekki að segja við erum ekki að vera Íslandsmeistari, það gæti alveg verið en við erum bara að reyna að búa til hörkulið sem mun keppast með þeim besta. Og hvað ertu búin að vera lengi inn í Íslandi? Hvernig kemur Ég kom fyrst í júli 2014. 2014? Já. Og bara spilaði við IBF og var í IBF til 2016 og svo flytti ég hérna í Suðurnes til að spila með Keflavík og Breiðablik og svo fór út til Noregi og kom heim í Val síðast ári. Já. Og hvað, þinn samningur var búinn á Val, þannig að var eitthvað sem að togaði kannski bara í því að koma bara heim? Já, það var mikið sem eftir, ég var mjög mikið að fylgjast með þeim over það síðast ári og var alltaf með eitt augun á þessi lið og hvernig það var að ganga hjá þeim. Og eftir ég var búin að horfa leikinn þeirra á móti HK, það var eitthvað sem var mjög skemmtilegt að koma hérna og spila með þeim með þessi tvo lið, Njarðvík og Grindavík og líka að heyra hversu öflugt þessi þjálfari teymið var líka. Ég er búin að heyra rosalega góð hluti þeim bæði og já, ég gat ekki annað en bara gefa það sjans. Já, og mikil stemning, það var greinilega mjög góður andi í sumar þegar þetta hefur kitlaði að taka mjög mikið, bara horfa á þeim að spila, þeir spila með passion og bara eru vel skipulagt lið og svo það var alltaf bara að sjá þetta stemning í kringum þeim, það er bara allt sem þú getur óskað eftir hvernig þú fótbolta að koma, er að hafa það að vera gaman. Og hvað, ertu byrjuð að æfa? Ertu búin að mæta æfingu með þeim? Nei, ég er ekki. Ég er búin að finna, það er svolítið fyndið, ég er búin að hitta þeim nokkur sinnum í gyminu þarna í Æsmar. Þetta var purely óvænt. En ég var ekki búin að skrifa undir í það tímapunkt, en samt það er mjög skemmtileg og svo ég var kannski smá að fylgjast með þeim og sjá hvernig liðið og hópinn var og mér leist bara mjög vel á þeim. En hvað með aðra leikmenn? Veistu eitthvað hvort það sé von á
einhverjum svona fleiri? Já, ég held það. Ég veit það eru hér á fullu að leita á leikmenn og gera það að vinna til að gera það rosa sterk lið. Svo ég hef bara fullan tröst að gera það. Þannig að þú ert bara spennt við þessu? Ótrúlega spennt. Ég væri til að byrja bara í dag ef það var hægt. Frábært, til lukku. Takk fyrir.